Þá er það 50 og síðasti hlutin af 7. kaflanum úr mannslíkamanum. Barn verður til þegar sáðfruma og eggfruma renna saman. Sáðfruman fer í mjög hættulegt ferðalag frá leggöngunum þar sem hún kemur út úr typpi karlmannsins, upp í gegnum leghálsinn, upp í gegnum legið og út í eggjaleiðarana þar sem það mætir egginu. En á allri þessari leið er fullt af hættum. Líkami konunnar reynir að losa sig við sáðfrumurnar, telur þetta að vera aðskotahluti. En þegar það kemst í gegn þá verða breytingar á ytri húð eggsins, þannig að það kemst bara einu gegn og leið og einu konu í gegn og þá lokast það. Fruman sem myndast þegar að erfðaefni hefur blandast, erfðaefni úr sáðfrumunni sem er frá pappanum og erfðaefnið í egginu sem er frá mömmunni, þá köllum við frumuna okfrumu. Okfruman byrjar svo að skipta sér, verður frá 2, þær verða svo 4 og svo framvegis og þannig myndast svona kúlu frumuklasi eða bolti. Það getur hins vegar gerst að í upphafi þessara skiptingar þá detta þessar 2 frumur í sundur. Þá verða til eineggja tvíburar, 2 einstaklingar með sama erfðaefni sem verður til úr einu eggi og einni sáðfrumu. Síðan til eitthvað sem við kallum tvíeggja tvíburar, en þeir verða til þegar það losna 2 egg og það er sitt hvor sáðfruman sem frjóvgar eggin. Tvíeggja tvíburar eru þess vegna ekkert skyldari eða líkari heldur en hver önnur systkini og geta hæglega verið af sitt hvoru kyninu. Eineggja tvíburar eru alltaf af sama kyni. Meðgangan tekur að meðaltali 40 vikur. Það er talin eðlileg meðganga, sem sagt ef hún er frá 38 og upp í 42 vikur, sem gefur það byrja 9 mánuði. Barnið er algjörlega háð mömmunni allan þennan tíma. Það myndast í leginu svokölluð fylgja eða stundum líka kallað legkaka. Í fylgjunni eru æðar frá móðurinni og æðar frá barninu sem að liggja saman. Það verður ekki bein blóðblöndun, heldur liggja æðarnar það þétt saman að næringarefni komast úr blóði móðurinnar yfir í blóð barnsins og súrefni og ýmis úrgangsefni komast tilbaka. Þannig nærir móðurinn barnið. Hérna sjáum við í vikum talið hvernig barnið stækkar og þið sjáum það er strax komin svona mannsmynd á þetta og svona 12. til 16. viku. Hérna sjáum við hvernig þetta við stóran hluta af líkama móðurinnar barnið tekur. Og það er þannig að líffæri móðurinnar þau minnka ekkert, þau þrýstast bara til hliðar. Þess vegna eiga til dæmis ófrískar konur sem eru konar langt á leið, það er eiga erfiðara með að borða mikið í einu. Þess vegna þurfa að borða oftar, því þær eru jú ekki bara að borða fyrir sig, þau eru líka fyrir barnið. Það er hægt að taka svokölluð þungunarpróf. Þetta eru svona pinnar sem konan pissar á og bíður svo eftir niðurstöðunni. Þetta lítur oft svona út, það er til margar útgáfur af þessu. Þegar við séð þetta í bíómyndunum, það er beðið eftir hvort það kemur bleikt strik. Það er alltaf svona kontrólína, þið sjáum hérna kontról. Það er bara þess að athuga hvort það sé yfir höfuð í lagi. Ef það kemur ekkert strik þá er þetta bara bilað. En svona próf gefur í raun og veru bara sterka vísbendingu, þau eru nú ágætlega nákvæm, en það þarf nú yfirleitt að fara til læknis til þess að fá þetta staðfest og eins til þess að fá svona betri tímasetningu hvenær von er á barninu í heiminn. Ef kona hins vegar verður ófrísk og hún ætlaði sér alls ekki að verða það, þá er hægt að fara í fóstureyðingu. Það eru lög á Íslandi sem leyfa fóstureyðingu við ákveðin skilyrði. Það þýðir að það þarf að fara fyrir ákveðina nefnd og hún samþykkir eða hafnar því. Þannig að það þarf að útskýra af hverju konan vill fara í fóstureyðingu. Fóstureyðing er aldrei einfalt mál. Það þarf að, þetta er gert inn á sjúkrastofnun, það þarf að gefa lyf sem að koma af staðfæðing og þannig deyr fóstrið og það þarf að fæða það.
þess vegna er þetta mun einfaldara eftir því sem að þetta er gert fyrr á meðgöngunni. Síðan þarf að vinna úr þeim tilfinningum og þeim vandamálum sem komu upp eftir á, því að þetta er alls ekkert auðvelt að gera þetta. Þó svo vissulega þær aðstæður geti komið upp að það sé nauðsynlegt að gera þetta. Svo er líka til eitthvað sem er kallað neyðarpilla, en það er pilla sem hægt er að fá í apóteki, og ef hún er tekin innan við 72 tímum eftir að fólk hafði samfarir án getnaðarvarna, að þá verður ekki þungun. En þetta er neyðarpilla, þetta er neyðarúrræði, þetta er ekki eitthvað sem hægt er að nota bara, og þetta ver engan gegn kynsjúkdómum eins og smokkurinn gerir. Þegar kona er að fara að fæða, þá byrjar hún að fá hríðir. Hríðirnar eru vöðvasamdrættir í leginu sem eru ansi lengi, geta verið og eru yfirleitt í marga klukkutíma. Þeir byrja með rólega en verða harðari og þetta er mjög óþægilegt fyrir konuna. En það sem er að gerast er að legið er að undirbúa sig undir það að koma barninu út. Hríðirnar verða ekki bara harðari eða svona meiri, þær verða líka lengri og það verður styttra bil á milli þeirra. Sumar konur missa legvatnið, en það er ekkert alltaf þannig. Stundum þarf hreinlega að stinga á belginn utanum fóstrið til þess að hleypa legvatnin út, svona til þess að flýta fyrir fæðingunni. En það er ekki þannig að það sé alltaf þannig að það fyrsta merkið að kona sé að fara að fæða barn sé að það komi vatnsbollur. Það er ekki alltaf þannig. Stundum er ákveðið fyrirfram að taka barnið með keisaraskurði, sem er bara skurðaðgerð. Það er gert ef að barnið er of stórt miðað við líkama móðurinnar. Það er ekki talið að það komist út mjaðmagrind móðurinnar. Það er gert ef það er eitthvað vandamál með heilsu móður eða barns, þannig að annarkvort móður eða barn er ekki treyst til þess að fara í gegnum fæðinguna sig. Eða ef að til dæmis legkakan er fyrir leghálsinu, þá kemst barnið ekkert út og þá er ekkert annað að gera en að skipuleggja bara skurðaðgerð hvenar barnið verður sótt. Ef farið er í venjulega fæðingu og það kom upp vandamál, þannig að heilsa barnsins eða heilsa móðurinnar er orðið í hættu, þá er farið í eitthvað sem kallað er bráðakeisari. En bráðakeisari er sama aðgerðin, nema hún er framkvæmd bara 1, 2 og 3. Það er ákveðið að rjúka af stað í þetta. Hérna sjáum þið ör á konu sem að farið hefur í keisara. Þetta er mun neðar heldur en flestir halda og þetta er ekkert rosalega langt. Þið sjáu afstöðuna hérna er naflinn og hún er með puttan hérna, þannig að þið sjáu nokkurn veginn hvar þetta er. Þið hefur líka heyrt talað um að það þarf ákveðina víkkun. Það er talað um að konur þurfa að ná víkkun upp á 10. Það er víkkunin á leghálsinum. Það slaknar á honum. Það er ekkert hægt að koma barninu út fyrir en að leghálsinu er full víkkaður eða búin að víkka 10 cm eða svo. Og þá kemur barnið svona út og þetta reynir heilmikið á. Hjá konum sem er að eiga barn í fyrsta skipti þá tekur þetta yfirleitt nokkuð marga klukkutíma. En eftir því sem að konur eiga fleiri börn þá styttist þessi tími yfirleitt. Og þetta getur tekið bara nokkrar mínútur, því að við heyrt talað um konur sem hafa 8 börn á gólfinu heima hjá sér í bílum eða hingað og þangað. Og það er ekki konur sem er að eiga í fyrsta skipti, svona yfirleitt ekki. Barnið er algjörlega háð móðurinni fyrsta árið. Flest börn eru á brjósti, fá móðurmjólk. Í móðurmjólkin er gríðarlega mikið af næringarefnum. Fyrsta mjólkin sérstaklega er óboðslega næringarík. En það eru líka mótefni sem að hjálpa barninu að mynda ónæmiskerfi. Það þýðir ekki að barn sem fær þurrmjólk, kannski móðurinn getur ekki gefið í mjólk eða það er ekki til staðar eða eitthvað. Það þýðir ekki að barn sem fær ekki móðurmjólk fá ekkert ónæmiskerfi. Það er bara lengur að byggja sér upp
ónæmiskerfi. Börnin læra síðan smám saman að gera ýmislegt, sitja, skríða, labba og tala og svo framvegis. Og við erum að læra í raun og veru svo lengi sem við lifum, þó svo við lærum langmest fyrstu árin. Síðan tekur lífið við og ansi mörg okkar ná að verða gömul. Meðal ævilengd Íslendinga hefur verið að hækka. Hún er með því hæsta sem gerist, en konur á Íslandi geta verðað meðaltali það bil 83 ára og karlar það bil 80 ára. En þá er þessum kafla lokið.